Þátturinn unnin í samstarfi við Rangárþing Ytra og Litlu lopasjoppuna. Jæja, þá erum við mætt á Hellu og Rangárvöllum og ég ætla aðeins að ræða hverfið. Ég búinn að vera hér í 2 daga og snuður upp allt sem ég hef getað. Ég hef aldrei komið hérna áður, alltaf eins og svo margir keyrt í gegn og ekki farið inn í sjálfan bæinn. Við skulum kíkja hérna aðeins, við erum við gatnamótin hérna, brúin hér, hringtorgið og flest allir keyra hérna framhjá. Ég held að sé spurning fyrir svona bæ eins og þennan, það að ná fólki inn í bæinn. Og sko, hérna stjórnsýsluhúsið þeirra, það alltaf að gerast hér í þessu húsi í raun og veru. Það sjoppan og það bakaríið og lengra fer fólk ekki. Og það algjör synd vegna þess að labba hér svæðið sem við förum á eftir upp með Rangánni. Það alveg bara, eins og ég segi, það bara heilandi að ganga þar upp. Og synd að fólk missi af þessu. Ég hafði ekki vitað þetta væri þarna til staðar, en við kíkum á það á eftir. Og þá spurningin, ég segi eins og alltaf, það ekki að vera sammála mér, þetta allt mín skoðun sem ég að opna á hérna. Ég bara ánægður ef einhver ósammála mér, því að þá förum við að tala saman og það oft þannig að þegar 2 rífast eitthvað, þá getur orðið til 3. lausnin, sem bara alveg brilljant kannski. Þannig að hafa allir rétt fyrir sér út frá sínu sjónarhorni. Þannig þetta bara, en mín upplifun, ég ætla að láta ykkur njóta hennar hérna ef þið hafið gaman að. Við skulum labba hérna niður eftir og fara í það sem ég kalla svona aðalgötuna meðfram Rangánni og upp hana og kíkka á staðinn þar sem allt varð til. Það að segja við gamla sláturhúsið hérna. Æja, þá erum komin að gatnamótunum hérna. Við erum komið frá þessu bílastæða kraðaki sem vorum áðan og svo þetta sem ég kalla aðalgötuna. Það bara eitthvað sem ég að telja því mér finnst þetta svona einhvern veginn liggja beinast við. Það líka einna fallegast að fara þarna niður eftir og labba eftir. Ég tek eftir því að það búið að gera held ég drög að skipulagi sem að sýna þetta svæði hér og skipulagið náttúrulega algjör forsenda fyrir því að það sé hægt að draga fólkið inn. Ég held því miður á því skipulagi, þá sé þetta bara nánast gert að einu allsherjar bílastæði hérna. En það vantar svo mikið hérna, einhvers konar torg eða eitthvað þar sem við getum, ég alltaf að tala torg, eitthvað sem við getum sest niður og stoppað og náð sambandi við götuna þarna inn, þannig að okkur langi til að labba inn götuna þarna áfram. Hvort að henni verður breytt í einhvers konar vistgötu eða eitthvað, það bara spurning hönnun. Ég kann ekki að nefna öll þessi heiti yfir þessar götugerðir, en ég veit bara hvernig gat það að líta út sem ég vil labba í. Svo mér alveg sama hvað hún heitir raun og veru. Við skulum labba hana á eftir og ég vona að það verði ýtt aðeins burtu bílunum hérna og líka það hérna mikið af ferðafyrirtækjum sem að leigja út fjórhjól og ýmislegt. Þau geti sjálfur sér verið miklu fjær það sem við köllum miðbæ. Þannig að við labbum hérna aðeins niður og skoðum þetta. Nú erum við komin hérna að fyrstu götunni, þetta útskálar sem við ætlum að labba. Samkvæmt skipulagið þannig í dag að allar þessar götur þær eru nánast allar botlangar. Það eitthvað sem hugnast mér vel, ég vil hafa það þannig, þá engin gegnukeyrsla í þessu og öll umferð og allt verður svo miklu rólegri fyrir íbúana sem búa í götunni. Ég veit að það fullt af fólki sem bölvar þessu því að getur ekki keyrt í gegn, en það yfirleitt ekki fólki sem býr í þessum götum. Þannig við þurfum ekki að taka mark á því. Við skulum kíkja hérna upp eftir, hér samstæða af öllum mögulegu, það grunnskólinn þarna lengst í burtu, síðan kemur íþróttahúsið og svo fáum við sundlaugina og síðan leikskólinn hérna sem hvorum megin við götuna, sami skólinn. En
Þetta er svona vistvænt og fínt. Hér allt bara á sama stað og allir svona tiltölulega rólegir. Að labba upp yfir og kíkka aðeins á sérstaklega til dæmis grunnskólann þarna upp frá, svona sérstakt hornið á honum, hvernig það hefur verið leyst. Fallegt eða ljótt, ég læti ykkur eftir skoða það. Hér hefur verið reist girðing í kringu sundlaugina, ekkert athugavert við það. En svo að menn ætla sér að hressa aðeins upp á hana og kannski gengið svona pínulítið berserksgang með litunum. En það verður seint sagt að þeir séu kjarklausir hérna. Þetta hefði mér ekki dottið í hug. Það vorum komin hérna upp að grunnskólanum og það er teiknistofan Röðull sem hefur unnið þetta og síðan er Arkís að vinna viðbyggingum við þetta hér, ákaflega svona smekklega byggingar sem koma hér. Ég held að séu skólastofur. En eins og ég segi, þetta er allt saman. Hérna er grunnskólinn, það er íþróttahúsið, það er sundlaugin, það eru leikskólarnir. Þetta er allt á einu stað hérna sem er bara afskaplega gott. Það sem mér finnst svolítið einkennandi við Hellu að það er hvað húsin eru oft ósamstæð. Það er ekki, ég veit þetta er frá misjöfnum tíma og allt svoleiðis og ég er ekki að segja þetta sé ljótt eða neitt, en það er ekki hverfi með fungishúsum eða einhverju öðru. Heldur virðist þetta hafa sprottið svona upp og hver með sinn stíl í þessu. Þú getur séð bara eins og Rauða húsið hérna og svo húsin hérna niður. Þetta er eiginlega ekkert eins af þessum húsum hérna. Það vorum komin hérna á endan á þessari götu sem ég var að tala um að við þyrfti að laga, gera hann einhvern veginn aðlaðandi og tengja hana betur þar sem við komum inn í bæinn, inn í miðjuna þar út frá, eða já, einhver átt. Þetta er gamla sláturhúsið og hér byrjaði þetta allt saman. Hér fyrir neðan var bíóið hérna á Hellu. Og síðan koma hús hér sem að tengdust sláturhúsinu, kaupfélaginu og hefur nú verið svona ýmislegt í þessu. Og fyrir ofan hérna, sem kíkkum þangað, þar er líka löng lengja sem að var hérna verkstæði kaupfélagsins. Þetta var eins og í öllum öðrum kaupfélagum, kaupfélagið sá allt hérna. Menn náttúrulega bara lögðu inn afurðirnar og tóku út mat og kaupfélagið sá svo allt saman, þannig að það voru aldrei peningar í gangi neitt. Þannig að það voru hérna vélaverkstæði bæði fyrir kaupfélagið og bæjarbúa, það voru hérna dekkjaverkstæði og alls konar. Nú er þetta hægt og rólega að breytast. Það er búið að kaupa þetta hérna hús upp og á að fara að gera eitthvað. Ég vona svo innilega að það verði ekki gistiheimili, heldur að verði eitthvað hérna fyrir endanum á götunni. Þessar byggingar hér sem eru við endan á sláturhúsinu var mér sagt að heimamanni hefði verið verbúðir fyrir fólki sem vann við eða í sláturhúsinu á sínu tíma hérna. Það var nú svo sem ekki merkilegra en þetta. Hér er svo þessi lengja sem ég var að tala um. Þetta er náttúrulega mitt óskastaðarlendi svona að geta gert upp svona. Bæði torgið hérna og svæðið hérna fyrir framan og með svona litlum búðum eins og hérna blómabúðina hér. Ég held að það sé líkamsræktin sem koma hérna. Það eru verkstæði hérna núna. Þau geti sjálf sér verið hvar sem er. En þetta væri alveg yndislegur staður til þess að geta verið með kaffihús og verslanir. Aðeins að kíkka hérna inn. Þetta er það sem ég hef oft verið að óska eftir inn í bæjum eins og til dæmis Akureyri.
brekkur fyrir krakka, það þarf ekki meira en þetta. Vandamálið núna er það að það er verið að reyna að losna við að þau hjólu upp á þessu. En þau gera það vegna þess að þetta er svo gaman að vera með þetta. Manirnar sem hefur verið að gera, ekki bara Akureyri heldur víðar, þær eru þannig að þetta er bara rubbað upp svona alveg þráðbeint og slétt, sáði þetta grasi og svo þegar þú keyrir eftir þessu þá er eins og sért að keyra eftir skurði. Þetta hérna breytir svip allar heilu leiðina sem þú ert að þessu og eru svona gott dæmi bara aðeins að sleppa reglustikkunni og leyfa svona mjúka blýantnum að skríða yfir blaðið. Það kemur ekki eitthvað gott út úr því. Við þurfum svona líka náttúruleg form. Við megum ekki alveg steingelda bæjarmyndirnar hjá okkur. Þetta er svo nefna bara það sem við erum að ganga hér núna. Þetta er elsta hverfi hérna, öll þessi hús hér, sem hér byrjaði þetta allt saman í tengslum við sláturhúsið. Fyrst voru það verbúðirnar og síðan hefur sennilega fólk farið að flytja hér og byggja sem var fastri vinnu hérna. En það geti hvað er gífurlegu gróður hérna alls staðar. Hann er inn á lóðum og út allt. Þetta er alveg ótrúlega svona frjósamt einhvern veginn allt saman hérna. Við löpum aðeins lengra. Þá erum við komin fyrir endan á þessari götu, einn af elstu götum hérna og ég hef ekkert leynt því að ég er hrifinn á Botnlöngum. Hann endar hérna. Alla þessar götur sem við erum búin að labba hér í tæpan klukkutíma núna í gegn, það er aldrei komið bíll nema einhver sem átti heima hérna. Það hefur verið krakkar að leika sér út á götunni og svo er þetta tengt saman bara með göngustígum yfir í næstu götu. Og það er náttúrulega þvílík kyrrð og friðsæld hérna, það hálfa væri nóg. Þá erum við komin niður að ánni aftur, að labba hérna aðeins í gegnum gamla bæinn og sláturhúsið og það sem hann byrjaði. Við ætlum að labba aðeins niður að ánni, því hér er alveg ótrúlega flott svæði sem að bærinn sjálfsagt sér um. Það er sem sé gönguleið hérna meðfram allri ánni og alveg niður að brú. Það er ekki nóg með það, heldur er einhver afþreying alltaf á hérna leiðinni. Það er alveg sama, þetta byrjar með Æslaberg hérna, belg. Þar sem að þessi stígur byrjar svæðið. Svo er það frisbee-diskakast hér og svona heldur þetta áfram hérna niður. Við röltum hérna eftir þessu og skoðum þetta. En þetta er nákvæmlega eins og í bæjarskipulagi. 50 metrar, það er hámark, þá þarf að verða á götum, þá þarf að verða eitthvað uppbrot. Við þurfum að koma hurð eða annar litur eða annað húsform eða hús þarf að vera utar eða innar. En þetta er alveg bráðnauðsynlegt því annars nennir maður ekki að labba eftir svona löngum stíg sem er bara þráðbeinn. Og það hefur sannarlega verið gert hérna. Ég tek hattinn ofan fyrir þetta. Þetta er með flottari stöðum sem ég hef gengið eftir og að labba meðfram ánni. Ég einhvern veginn var búinn að ímynda mér að þetta væri svona hvítissandi fljót en hún er svo spegilslétt og lygn að maður kemst í hálfgert svona núvitundar ástand að labba hérna niður. Ég veit ég er væminn en þetta er bara svona. Þá erum við komin hérna enn einum áningastaðnum hérna og þar er mynd af Þorsteini Björnssyni. Hann reisti fyrsta húsið hér á Hellu árið 1927. Þannig að þetta er ekkert ævagamall bær en og byrjar svona einhvern veginn eins og pínulítið
Ég stundum sagt eins og kúrekaþorp, þú svona ríður, kemur yfir auðnina og svo allt í hennu kemur banki, krá og fangelsi. Og það er svona pínulítið stíll á þessu hér, en alveg gífurlega fallegt svæði hérna neðan við ána og ég er alveg ólmur í að komast í að breyta þessari götu þannig að hún hangi með þessu svæði hér og tengist út þetta þannig að fólk bara fari ekki framhjá nema að ganga hérna eftir því að þetta er svo ótrúlega fallegt og ekki síður bakkarnir hinum megin á móti. Þar er auðkúla, þar er kúluhúsi við ætlum aðeins að kíkja á eftir. Ég lít alltaf á þetta núna eftir að búin að vera hér bara þessa nokkra daga, þá lít ég á þetta sem eina heild. Mér finnst sko áin, hún lít fyrir að tilheyra hellu og svo bakkarnir hinum megin eða báðum megin, það er engin á til með bakka öðrum megin. Og nú stendur til að fara að byggja þessa brú aftur og þá er þetta að fara hringinn hérna svæðið þannig að þá opnast þetta ennþá meira og ennþá meiri ástæði til að labba hér eftir götunni. En við erum alltaf áfram. Þá erum við komin hérna upp að flugvellinum á Hellu og þetta er nú eitt af þessu svona merkilega fyrirbyrði sem er svona sjálfsprottið einhvern veginn. Þetta kemur svona með grassrótinni og af öllum stöðum þá er þetta svona einn öflugasti flugvöllur fyrir svona sportflugmenn og þá sem það stunda. Útsýnin er náttúrulega alveg frábært hérna og vítt til allra átta. Við erum með Heklu, Búrfell og öll þessi fallegu fjöll hérna. Bæinn hérna rétt fyrir aftan okkur og sömuleiðis eins og flugvöllurinn hér að þá er það Gaddstaðir og Gaddstaðaflöt líka sem að kemur svona sjálfsprottið svona einhvern veginn upp og það verður bara, eftir minni reynslu, það verður svo öflugra starfsemi þegar þetta er ekki aðflutt heldur kemur svona innanfrá og á sér einhverja sögu á staðnum. Fyrir utan náttúrulega þetta er alveg frábær staður að stunda flugmennsku. Já, þá vorum við komin hérna að Gaddstaðaflöt og það var eins og ég sagði með eins og flugvöllin, þetta er svona sjálfsprottið hér og hefur svona heilmikið aðdráttarafl og er flott bara. Það er svo heppinn að það er unglingameistaramót í gangi hérna núna. En þetta er svona ótrúlega flott umgjörð þetta allt saman. Nú er ég ekki hestamaður en sjá allar þessar byggingar hérna og hvað þetta er snyrtilegt allt saman. Það er alveg þess virði að kíkja hér á og skoða í tannum ef það er eitthvað í gangi hérna. Þá vorum við komin hérna að Hellunum, þessum frægu fjárhúsum sem voru svo sem ekkert fræg, þetta var náttúrulega bara notað af bændum hérna áður fyrr fyrir sauðfé og fleira. Það er svona talið að þetta hafi verið og vitað, þetta hafi verið írskir munkar sem komu hér, papparnir, og gerðu þessa hella á sínum tíma. 4 stiga hiti þarna inni, alltaf sami hiti, allan ársins hring, en það var náttúrulega kynnt þarna. Gaman kannski að segja frá því að einn af þessum hellum, ég hvet fólk til að koma hérna og skoða þetta, það er eiginlega ekki hægt að lýsa þessu neitt. En einn af þessum hellum var þannig að þetta er allt sandsteinn, kindurnar höfðu nuddað sér utan í vegginn og stækkað hann töluvert mikið, þannig að hann er töluvert stór í svona þessari hæð, rollu hæð, þannig að þetta var svona sjálfvirkur vistvænn jarðbor þarna á ferðinni sem var endurnýtanlegur. Þetta er alveg lyginni líkast. Hérna erum við úti, hérna er 4 stiga hiti inni, bara skiptir hér í dyrunum og við erum í rúmlega 20 stiga hita hérna úti.
En þessi fjagrasti hiti, hann allt árið. Það hlýra hérna úti á veturnar aftur, þannig að það jafnar sig út. Og svo þetta með skorstein, þannig að það var kynt hér inni og hitaði. Og meira að segja einum hellana þar var hérna brunnur fyrir hér. Það gat verið hér langtímum saman. Þá hann komin í auðkúlu sem sé hinum megin við ána, segi ég, sem kann engar áttir hérna núna. En þetta svæði hérna var algjör eyðimörk þegar að kona að nafni Gerður kemur hérna. Það eru upplýsingar hana hér á skilti. Hún festir kauphásar í jörð og byrjar að byggja hér og byggir þetta kúluhús og ræktar þennan garð. Og þetta orðin bara eins og ekkert hálfgildings, þetta orðið bara listigarður algjör hérna í kring. Við löpum aðeins hann á eftir, en í dag það hjónin hérna Páll og Birna sem reka þetta sem búa hérna og reka þetta sem kaffistofu eða veitingastað og standa strauma þessu öllu saman. Ég held við ættum að labba aðeins garðinn en láta myndirnar tala af húsinu, kúluhúsinu sjálfu sem í stærra kanti. Það hlaðið yfir það hérna með torfi og svo að hluta til byggt eins og með beinum veggjum inni aftur þar sem hægt að draga fyrir. En að öðru leyti þá getur við verið hér nánast úti allan ársins hring.